Sæl og verið velkomin í kafla 1.6 ef annars sem frekar mikilvægur kafli í þessu samhengi. Við ætlum að tala forsendustýringar og skoða if-setningar eins og það kallar, eða if-stýringu. Og byrjum á því að skilgreina einhvers konar rökbreytu A sem hefur sanngildi 1 eða true. Og ef A er saman sem true þá er A satt. Og svo bara spurning hér, við leysum þetta ensku bara if A is true, bara svona undanskilið, bara ef A er satt, þá einhver afleiðing sem hérna inni og svo end, þannig að þessu líkur hér. Þannig að skoðum þetta aðeins hérna, gerum nýja skriftu, hér skal sé, A saman sem true. Svo bara if A er satt og end. If A er eitthvað forsenda, ef A er satt, þá gerist eitthvað. Og við prófum að gera þennan kóða, það kemur bara hérna, já, A er 1 og svo stendur hérna A er satt. Ef við breytum þessu í false, þá sjáum við bara, við sjáum hérna þegar A fær gildi 1, en við skrifum ekki út A er satt eins og stóð áðan. Þannig að aðeins ef að þetta hérna er satt eða er uppfyllt, ef forsendur er uppfyllt, þá er einhver afleiðing. Það byrjum við trú. Það er bara það sem við vorum að sína hér, nema bara að því það var búið að setja hérna á þetta, þá byrjast bara ekki neitt. Ef það við skrifum false, byrjast ekki neitt. Ok. Þetta forrit gerir því ekki neitt. Eða það gerir eitthvað, það er engin útprentur neitt svoleiðis. Forrit gerir vist eitthvað. Svo getum við alltaf haft eitthvað ef þá þetta, annars þá þetta hér. Þannig við erum með 2 valmöguleika hérna. Annarkvort er A satt eða A er ósatt. Þannig að annars gerist eitthvað og þá segir hérna A er ósatt. Þannig að við gerum þetta, ok. A er ósatt. Og ef við segjum hérna true, A er satt, annars ekki. Ok, þannig við erum svona búin að kynast fyrstu if-setninguna. Stundum er það líka þannig að ef að fyrsta forsendan er ekki sönn, þá viljum við eiga kosta að setja nýja forsendu. Þegar kannski erum við fleiri en 2 valmöguleika. Ef við erum bara að skoða A satt og ósatt, þá eru bara 2 valmöguleikar, annarkvort er A satt eða A er ósatt. En til dæmis í þessu sínum dæmi hérna, þess að við tökum dæmi þar sem A er rauntala. Hérna er þetta nákvæmlega heiltala, en ég fyrir ekki hérna heiltala, en það er spurt ef A er sanngildið, er rökgildið satt fyrir ef A er rökgildið ósatt, þá er annarkvort satt eða ósatt, svo ef það er hvorugt þá er það ekki rökbreyta. Skoðum frekar þetta hér, þar sem að byrjum á að búa bara til kóða sem við tökum ekki inn tölur frá notanda, oft er betra að byrja bara svo leist að nota ekki input ef maður fá eitthvað kóð til þess að virka og svo breyta því input þegar það fara að virka. Forrið að segja til einhvern tala sem stærri en minni en jafnt á 3. Þannig að ef við erum með tölu, þá er alltaf 3 valmöguleikar fyrir töluna. Hún er annarkvort stærri en 0 eða stærri en talan eða minni en talan eða jöfn tölunni. Þannig að byrjum að segja hérna bara, það var svo sem ekki tekið fram, hérna er bara tala, skulum bara segja það, ég ætla að nota bara lítinn staf hins vegar og ég ætla að byrja að segja bara tala saman sem 5. Ok, ef tala er saman sem 3, þá skrifum við hérna talan er 3, svo else if tala er stærra en 3, disp talan er stærri en 3, og svo else, að því að það er bara 3 valmöguleikar, þá getur við bara gert hérna else, og svo er sem oft gott að skrifa end, og raun og veru bara fyrst að ég skrifa if, svo gerir bara end strax. Mér finnst það minnst voða þægilegt svo.
kemur manni í svona rútínu. Talan minni en 3. Þá getur prófað þetta. Talan stærri en 3, talan 5. Talan 3 og prófa kannski 1, talan minni en 3. Þá getur prófað þetta input. Veldu tölu. Þú prófa að kenna veldu tölu, ég ætla að velja hérna 6. Talan stærri en 3. Settu bíl hérna. 4, talan stærri en 3. Já. -10. Talan minni en 3. En ég prófa hérna 10 í 7. Stærri 3. Lítur vel. Ok. Það verður búin að gera þetta. Og það getur hér. Hérna getur við sagt else, af því að það bara 3 valmöguleikar fyrir tölu. En þessu tilviki, else if tala minna en 3. Það alltaf líka. Og þetta nú jafngilt. Þegar við erum með forsendustýringu þar sem að erum að gera með if og else if, þá oft gott að hafa else bara svona að gerist eitthvað bara svona undantekning eða ekki undantekning, svona bara að óbreyttu eitthvað svona, bara default eða svona þetta, annars bara restina og bara gerist þetta hér. En stundum það maður líka varast í ef það eru fleiri valmöguleikar heldur en 3, segjum að séu 4 valmöguleikar, eða það eins og þessu tilviki eru 3 valmöguleikar, við myndum bara segja að talan jafnt og 3, annars talan stærri en 3. Eitthvað svona, segjum það. Eða þá segjum við að myndi ekki fatta af þetta hér, bara eða þessu út hérna, ef talan stærri en 3, þá talan stærri en 3, annars var talan minni en 3. En ef við veljum 3, þá myndum við ekki fá að hún væri stærri en 3, myndum standa að hún væri minni en 3. Það ósatt, ef talan 3, þá talan 3. Þannig að maður getur líka gleymt ákveðnum tilvikum. Þannig að það getur líka stundu verið gott að hafa else if. Þannig að maður þarf líka svona að bara meta hvernig maður nota þetta að stilla þessu. Og ástæðan fyrir vorum æfa okkur í kafla 1.5 með samtöflur og svoleiðis var að því að við getum haft meira en bara 1 skilyrði. Það að segja ef A og B, þannig að það uppfylla bæði skilyrðin. En spurningin sem bara ef þá var þetta bara eina rök spurningi sem spurð, en það eitthvað á bakvið hana, meira heldur en bara 1. Þannig að við skulum prófa hérna að kóða. Clear CLC. Mér finnst oft gott að gera kannski bara hérna false, true. Þess að nota ekki endilega inputið alveg strax. En ef A og B þá gerist eitthvað, þessu til ekki segjum við bara A satt og B ósatt. Svo else if þá stendur hérna ef A og ekki B. A og ekki B, munum til tildan, það var ekki. Þá vitum við að A satt. Ég skrifa hérna ósatt, þetta var satt. Ef A þá var A satt og B ósatt. Svo getum við else if hérna A og það var ekki A næst og B, ekki A og B. A ósatt og B satt. Else A ósatt og B ósatt. Hér hefur við bara sem 4 valmöguleika og end. If og svo alltaf end, svo getur haft else if eða else á milli. Það bara 4 valmöguleikar, annarkvort A og B satt, eða þá A satt og B ósatt, eða þá A ósatt og B satt, eða þá bæði ósatt. Og þá aftur bara eins og hér, ef ekki A og ekki B. En oftast sleppir maður bara þessu hér, en þessu til ekki, ég veit bara fyrir víst að þetta er. Þannig að ég sleppi bara þessu. Ok. Keyrum kóðan, ég valdi A false, B true, A ósatt og B satt. Nú getum við svo sem búin að fá smá reynslu á þetta, við getum sett input A,
Hvað skrifa þetta? Bara A saman sem, það bara fínt. A saman sem, input, B saman sem. Gerum við A saman sem true, og svo true, A satt, B satt, prófum aftur, true, false, við fáum A satt, B ósatt, ok, flott, og svo prófa false, true, A ósatt, B satt, já, passar, og svo false, false, A ósatt, B ósatt, ok, þannig þetta gekk, og það getur í hérna erum við með, að því að við vorum ekki með tölur, við sögum ekki hérna S, svo sögum við strengi, eða textabreytur, að þetta ekki textabreytur, þetta eru rökbreytur og MATLAB getur tekið inn það. Þetta í fínu lagi. En ágætt að hafa svona pæla þessi í þessu. Þegar við myndum gera, segjum hérna, A false, einstakt veitlega hana, þá kemur bara error using input, þegar við erum ekki að nota strengi, hann getur ekki tekið inn. Þannig ágætt að hafa það í huga. Og svo bara, við getum notað reglur hérna í mengifræði og við getum notað góða notu til að setja fram með einfaldar rökskilyrði. Til dæmis hefur þessi mengja hérna A og B eða A og C má einfalda í A og B eða C. Þetta getur munið sjálft ef A og B og C eru rökbreytur og við fáum eitthvað skilyrði. Ef A og B eða A og C þá má framkvæma eitthvað. Og samkvæmt þessari jöfnu hér þá getur við sett eftirfarandi fullyrðingu svona fram. Ef A og B eða C þá framkvæmum við eitthvað. Og skoðum þetta hérna þess. Og hérna getur við skoða samtöflu. Látum A, B og C vera rökbreytur, búið til samtöflu til að sýna að A eða B og C jafngildir A eða B og A og C. A eða C. Þannig að til þess að bara brjóta þetta eins niður þá er bara búið það sem er í svigunum, bara búið að gera svona milli töflu fyrir það. Hérna séum við 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 og 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Og skoðum þetta eins hérna. Byrjum á B og C. B og C. 0, 1 verður 0. 1, 1 verður 1. 0 og 1 verður 0, 1 og 1 verður 1, 0 og 0 verður 0, 1 og 0 verður 0, 1, 0 og 0 verður 0, 1 og 0 verður 0. Af því að bæði þarf að uppfylla og verður satt. Þannig að þetta gerist bara tvisvar sinnum hérna, hér og hér. Svo skoðum við A eða B. 0 og 0, A eða B, það verður 0. Er A eða B eða B er 1? Já. 1 og 0, já. 1 og 1, já. 0 og 0, það verður ekki. 0 og 1, já. 1 og 0, já. 1 og 1, já. Ok. Og ef við skoðum hérna A eða C, þá fáum við 1 og 0, já. 0 og 1, já. 1 og 1, já. 1 og 1, já. 0 og 0, nei. 0 og 0, nei. 1 og 0, já. 1 og 0, já. Ok, gott mál. Þá getum við að skoða hérna. B og C er í þessu dálki og svo er A í þessu dálki. Þannig að við getum horft hérna á. Hérna er eða. Þannig að við getum sagt 0 og 0 verður 0, 0 og 1 verður 1, 1 og 0 verður 1, 1 og 1 verður 1, 0 og 0 verður 0, 0 og 0 verður 0, 1 og 0 verður 1, 1 og 0 verður 1. Svo stendur hérna A eða B og A eða C. A eða B er hér, A eða C er hér og þá getum við lesið hérna. 1, 0 er 1, 1 og 0 og 1 er 0 og 1 og 1 er 1, 1 og 1 er 1, 1 og 1 er 1, 0 og 0 er 0, 1 og 0 er 0, 1 og 1 er 1, 1 og 1 er 1. Og hérna sjáum við töflunar, samtöflunar fyrir A eða B og C og A eða B og B eða C. A eða C eru jafngildar. Og minnum á að fyrst að rökbreytin eru 3, þá hefur 8 valmöguleika, eða það eru 2, þá hefur við 4.
Ef það eru hins vegar 4 rökbreyturnar okkar, hvað þá valmöguleikarnir margir? Sinnum 2, það er 16. 2 í 4. Og rifjum aðeins upp þennan kóða sem vorum með áðan, hér með alla bit 9. Við byrjum að skilgreina A og B. Ef A og B, þá er A satt og B satt. Annars ef A og ekki B, þá er A satt og B ósatt. Annars ef ekki A og B, þá er A ósatt og B satt. Annars er A ósatt og B er ósatt. Í raun og veru ætti þetta að fara til þess að annars væri maður með ef hérna. Annars spurningu, en eins og í þessu tilviki er bara 4 útkomur, þá er eðlilegt að nota bara annars. En annars munum við hinga til nota, eða hér eftir nota if-setningar svolítið mikið. Þannig að það er mjög mikilvægt að velta þessum kafla vel fyrir sér og æfa sig ef við þurfum. Annars er þetta komið í bili. Takk fyrir.